Orlof. Þegar ömmur ykkar og afar voru á ykkar aldri fengu þau einungis sumarfrí í 5 daga fyrir fulla ársvinnu. Í dag staðan önnur. Ef þið eruð í fullri vinnu eigið þið rétt á að minnstakosti 24 daga frí á launum á hverju ári. Þökk sé baráttu ASÍ og stéttarfélögunum í landinu. Það skiptir ekki máli hvort þú ert í fullu starfi, sumarstarfi eða hlutastarfi með skóla, þú átt alltaf rétt á orlofi. Staðreyndin þó sú að ungt fólk í skóla nýtir sjaldnast orlofsrétt sinn. Það fer sjaldan í frí. Það hefur samt ekki áhrif á réttin til orlofslauna því þið öll rétt á að fá að minnstakosti 10,17% til viðbóta við launin ykkar. Það sú upphæð sem jafngildir sumarfrí fólks í fullri vinnu. Það ef þið innið í heilt ár myndi 10,17% jafngilda 24 daga laun. Þessi viðbót sem kallast orlofslaun á ekki að vera innifalin í launataxta eða uppgefnum launum. Það má ekki. Orlofslaunin á að tilgreina sérstaklega á launaseðli, ýmist sem fjárhæð eða tími. Nánar tiltekið á annarkvort að leggja orlofslaunin ykkar inn á banka sem laus til útgreiðslu á vorin eða þá að tilgreina þann fjölda orlofstíma sem þið hafið áunnið ykkur. Gangi því úr skugga það á launaseðlunum ykkar að þið fáið orlofslaun sérstaklega greitt. Alveg sama þó að yfirmaður ykkar segja að orlofið hafi verið innifalið. Það virkar ekki þannig. Hafðu þitt á hreinu og tjekka á launaseðlunum hvort að minnstakosti 10,17% orlofi sé ekki á sínum stað. Mundu, þú átt rétt á orlofslaunum ofan á öll laun. Orlofslaun eru ekki hluti af reglubundnum launum, heldur greiða sérstaklega. Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu samband við stéttarfélagið þitt eða okkar réttur@asi.is.